Sjötta skilningarvitið nefnist myndaflokkur í 6 þáttum dulræn efni sem nú verður endursýndur. Í fyrsta þætti sem heitir Spásagnir verður fjallað tilhneigingu manna til að skyggnast inn í framtíðina með lófalestri, stjörnuspám og fleiri spásagnaraðferðum, fornum og nýjum. Tala verður við spákonu og fylgst með lófalestri. Þessi myndaflokkur var gerður árið 1975 og var Jökull Jakobsson umsjónarmaður. Upptökustjórnaði Rúnar Gunnarsson. Ekki ekta Nederland. Þú lokum manngerði okkur. Fortíðina getum við fest okkur í minni og rifjað upp að vild. Öðru máli gegnir framtíðina. Við erum ekki gætt þeirri gáfu að sjá fyrir óorna atburði eða ókomin örlög. Sterkur karakter, langur karakterfingurinn. Þú hefur mikla áhættuþörf, mjög mikla. Og metnaður, tölverður, góðan vilja, ekki mjög vel notaðan, ekki alltaf. Mjög andleg manngerð, kunnulegur niður. En þar fyrir látu einskis ófreistaðar ein eftir mætti að skyggnast inn í hulið sem framtíðarinnar, leynt og ljóst, og beitum til þess ýmsum brögðum og margvíslegum aðferðum, og sumir virðast raunar fyrir náðargáfu gæddir að sjá inn í framtíðina jafn skýrt og venjulegt fólk virði fyrir sér nútíð og fortíð. Sumir virðast búa yfir spádómsgáfu sem birtist í margvíslegum myndum, einstaka maður fær vitrun ókomin atburð, aðrir geta sagt fyrir hulin örlög, en aðra dreymir fyrir daglátum. Þetta meðfæddahændin sem þú færð með þér, þú fæðist hérna minn. Þetta hvernig þú vinnur úr því sem þú færð í vöggugjöf. Örlaga skuldir hérna og svo hvernig þér tekst að spila úr í hægri. Líflínan, höfuðlínan og ég aðeins snúa þessu við aftur. Ég glemdi að skoða gáfnaharði. Velgefinn. Áberandi áhættuþörf. Þessi spádómsgáfa ekki auðskýrð á rökvíslegan hátt þótt margt hafi verið skrafað hann og skrifað. En forvitnin framtíðina ekki einvörðungu bundin þeim sem gætir eru ófreski gáfu og því hafa þróast ýmsar aðferðir, ýmis konar brögð, eins konar tækni til að skyggnast inn í ókomin tíma og segja fyrir óorna atburði. Mannkynnið hefur lagt stund á ýmsar spádómsaðferðir frá örófi alda og þrátt fyrir véltækni og iðnvæðingu virðist ekkert lát á þessari viðleitni mannsins að forvitnast það sem framundan er. Við spáum í spil, lesum í lófa og horfum í kristalkúlur af enguminni ákafa en forfeður okkar sem raunanotuðu enn fjölbreyttari aðferðir, þeir spáðu í flug fugla og inniflið fórnardýra. Rithöfundarlína, hún mun betri í þessum lófa heldur en þessum, þannig að þú gætir hugsanlega þróað þá línu betur. Hún ennþá betri meðfædd heldur en þín lítið líflegt. En sett, þú hefur mikið innsæi, áan mikið. Það sést á þessi Björgi Þroska. Svo fyrst úr með þennan þátt og ætla ég sérstaklega á að hvort þú hefur hæfileika til dulrænna hluta. Allavega Bjargi mér þroska en ég sé nú ekki nein merki það.
það getur hugsanlega komið seinna. Hjartalínan nokkuð Fjöldi manna í nútíma þjóðfélagi hefur að því drjúgar tekjur að svara spurningum sem okkur eru jafnan ofarlega í huga. Elskar hún mig, öðlast ég auð, völd og frama, verð ég langlífur og heilsugóður, á ég ferðarlag í vændum. Og þeir sem meira hafa umleikis láta sig ekki munum að segja fyrir eldgos, náttúruhamfarir, styrjaldir, stjórnarkreppu og sviptingar í alþjóðamálum. Með misjöfnu árangri en forvitni manna þó ætíð sögum. Já. Þú hefur minni áhuga á hagnýtni heldur en hugmyndaauðgi og öðru. Svo ert þú með einn af þessum mörgu sem með mjög krullaða æsku. Mjög svo. Já. Það eru flest allir svo það er ekkert einsdæmi. Berskan þá verðurstu mjög tengdur inn á þína fjölskyldu mjög mikið, óvenju mikið. En mjög ungur þá ferðu að reyna að ráða þér sjálfur en það gengur ekki fyrir upp á 20 og verðist háður fjölskyldunni frá þeim tíma. Ekki kannski beint háður, jú háður, það er inn í fjölskyldubjargið þín líflína mikið en samt nú líka út á það. Það er eitthvað metnaðarkenn snemma. Þá er yfirleitt þegar fólk óskar eftir að verða lesið, þá vil það orða þrennt sem kemur til. Vinnan, heilsufarið, kvennamálin. Aftur þau hvaðan fólk vil vita framtíðina þá eru bara karlamálin. Já. Þess að menn skjóta sig innan á bakvið, vinnu og heilbrigði. Þeir eru meiri hræsnarar en konur býst við. Hvernig hafa þau málum? Þú byrjar snemma og hvað fólk byrjar, þú verður snemma fyrir áhrifum og hvað fólki og mjög mörgum, ég veit ekki hvernig að lesa úr þessu. Það er ekki eftir að láta það duga, það er sennilega eitt af því sem krullar þína æsku. Jú, það er kannski, þetta var ekki mjög náið út í það. Það er ýmislegt annað sem að verðist skjá. Ef þú hefur gift, nú er þessi hendur sögunu, þeir eru ekki mjög ólík kannum að þessi lína aðdráttan afn og hitt kynið og virðist ekki hafa hagnýtt hana ekki mjög vel. Hún er mikið döfari í hægri hendinni heldur en vinstri. Hún virðist ekki að rekta hann upp fremur en rithöndalín. Og þó hún er náttúrulega hansi sterk hennar. Er hún seint að bæta úr því? Alls ekki. Eina sem gerir þennan lestur einhvers virði er að þið getið breytt ykkur örlög, eða það sem kallið örlög, sem er ekkert annað hvernig spila úr framtíðin er ykkar að eftir því hvernig þið eru samsett, skapgerðargallar, hlýtur að orsaka við erfiðleika. Og ef þið takið þessi erfiðleika út, takið gallana, undirstöðu fyrir að fer svona fyrir ykkur, þá getið þið stórum bætt það sem þið kallið almennt örlög. Og það er það sem gerir þetta eitthvað svirði að kunna að lesa fólk. Margrét, nú eru spákonur í augum almennings sveipaðar talsverðri dul. Lítur þú á lófalestur sem einhvers konar dulargáfu eða á það meira skylt við vísindi eða fræði? Ég nota alls ekki spá í þessu tilfelli heldur lestur, að lesa fólk. Já, ég tók eftir að þú kallar það að lesa fólk en ekki spá. Já, mjög ákveðið vegna þess að ég aðeins les það línurit sem þið hafið í hendinni. Og þetta eru gömul vísindi. Hvernig komst þú fyrst í kynni við þessi fræði? Það var algjört tilviljun.
Ég rakst á mjög samþjappað kerfi og mjög óaðgengilegt og við byrjum tvær að læra þetta, gáfumst upp, heimtum þessu frá okkur, fundum það svo tilviljun 2 árum seinna. Og þá fórum við að bera saman okkar eigin hendur og afritin sem við gert af línunum. Þið hefðu gert afrit af höndunum? Já, við gerum það strax í byrjun. 2 árum fyrr? Já. Og þá sá ég og við sáum að það hefðu breyst línurnar í okkar eigin lóa. Að það eitt að vita eitthvað sem var til hins verra í hendinni hafði unnið. Það við breyttum þessum eiginleikum. Án þess að hugsa það bara vitneskjan. Og það var þess valdandi ég eiginlega kveikti á hagnýtu gildi þess að fólk gat skapað sér örlög aðeins með því að vita hvers vegna. Svo þetta hefur breytt þínu lífsviðhorfi þá leið og... Það opnaði leið. Opnaði svo sannarlega leið til að ég sá að það myndi verið leið fyrir fólk til að ákvarða sjálfu sér örlög. Sleppa fram hjá pittum í mannlífinu. Og það gat meira valið. Það til dæmis með hjónabönd. Það var vonlaus lína og alls konar leiðindi. Það gat valið hverjum það átti að giftast jafnvel. Þetta nú einn aðal pittur mannlífsins. Það gat komið því fram hjá geðveilum. Og það gat komið því fram hjá fjárhagstjóni. Og alls konar leiðinlegu hlutir sem við gæti sloppið við eða vissum hvers vegna. Já, ég tók eftir því að þú gerðir mikið greinamun á vinstri hönd og hægri. Sem sagt það í önnur höndin sem að segir til upplag mannsins og hin höndin gefur vísbendingum hvernig hann spilar úr sínum spilum. Já, við fáum óneitanlega erfðir í vöggugjöf og við fáum ekki bara erfðir rautt hárið svart. Við fáum líka örlaga skuldir á mínu mati með okkur. Við fáum ekki hreint þegar við fæðumst hérna heldur ýmislegt áunna hæfileika viðurkennt vísindalega. En þessi vísindi sem við fáum hreinlega örlaga skuldir með okkur og við hægri hendin kunnum við vinna sjálf úr því. Hvort við aukum þessu örlaga skuldi eða minnkum hana eða við leiðum henni. Við þess að getum breytt okkar lífi ef við þekkjum þessi línurit handarinnar. Það er á hreinu. Ég hef skoðað það mörg rit á höndum og hef orðið vör við það mörg slæmmerki hverf úr höndum og hef sem betur verið vitnað að marga komast yfir. Til dæmis geðveilur, sem talið geðveilur sem voru búnir að vera inn á geðsjúkrahúsum, komast alveg yfir að þekktu orsökina fyrir því. Og þá breytast línurnar í lófanum? Það breytast mjög mikið jafnvel. Og þetta þá kannski alls ekki eins dularfullt eins og við höfum ímyndað okkur. Það sem sagt hægt að læra þessi fræði. Geturðu sagt okkur hvernig þú hefur kynnst þeim? Á bókum. Ég hef orðið að læra gegnum bækur. Það engin skóli hérna, þótt að sé viðurkennt háskóla á erlendis. Ég hef lært, mér finnst Kýros aðgengilegastur. Hver var Kýros? Hann var breskur sem fór til Englands og lærði sinnfræði þar, einn af fyrstu Evrópubúum sem lærði þetta. Og hann lærði meðal annars upp úr helgibókum Indverja og hann flutti þetta kerfi mikið til okkar tíma og okkar menningar. Og mér finnst hann einn aðgengilegastur og hefur komist næst honum í gegnum árin.
Telur það hver sem geti lært þetta eða þarf einhverja sérstaka hæfileika meðfram? Námshæfileika, gott minni og sæmilega yfirsýn. Já, það þarf að tengja hana mjög mikið af hlutum saman. Og ég myndi segja Kýros, það þarf að færa hann ennþá fram til dagsins í dag. Hann er orðinn gamaldags. Skýringar hjá honum, það falla ekki inn í aldarátt hjá okkur. Við krefjumst meira raunsæs heldur en var á hans öld. Og þá er sálfræðin góð með, því við lesa hann með til að færa Kýros fram til okkar aldra. Þú nefndir áðan að við gætum breytt okkar örlögum ef við þekktum vel línurnar í lófunum og vissum hvað þær þýddu. Nú þá hljóta þessi fræði að hafa einhvert hagnýtt gildi. Það var mikið hagnýtt gildi. Til dæmis neglurnar sýna okkur heilsufarslegt ástand hverju sinni. Og þar er hægt að sjá það er fyrsta sem sést komandi bilbu á líkamann. Og það er tekin fyrir kerfin. Til dæmis lungu og hjarta starfsemi tekin í einu kerfi